Það ber öllum saman það að hvers konar hreyfing okkur bæði holl og góð. Jafnt fyrir þá sem vilja viðhalda líkamlegu heilbrigði og þá sem jafnvel eru rúmliggjandi vegna vandamála í stoðkerfinu. Hreyfing mikilvægur þáttur til þess að bæta andlega og líkamlega heilsu. Líkamlegur ávinningur hreyfingar mikill. Við styrkjum vöðva, við aukum þol og daglegar athafnir verða okkur léttari. Hreyfing góð fyrir andlega líðan okkar, við getum minnkað streitu og kvíða. Hreyfing undirstaða góðs nætursvefns. Hreyfingu hægt að stunda án mikils kostnaðar og hreyfingu hægt að stunda án mikils tækjabúnaðar. Hægt að stunda hreyfingu rólega eða í mikilli ákefð og daglegar athafnir telja og í raun hægt að pota inn hreyfingu hér og þar. Hreyfing þarf ekki að taka langan tíma og lítil hreyfing betri en engin hreyfing. Útivera og hreyfing rosalega góð blanda og í raun getur útivera virkað eins og lítil fjölvítamíntafla fyrir okkur. Í komandi þáttum mun ég taka fyrir eina æfingu sem þið getið stundað heima hjá okkur eða í ykkar nánasta umhverfi. Í dag tökum við hnébeygju fyrir en hana hægt að framkvæma hvenær og hvar sem Til að gera hana sem einfaldast getur verið gott að finna sér einhverja upphækkun. Því hærri, því léttari verður æfingin. Haldið axlar breitt milli fóta, spennið kviðinn og látið rassinn síga niður á upphækkunina með þungan á hælunum. Til að gera æfinguna erfiðari má finna lægri upphækkun og fara dýpra í hnébeygjuna. Fyrir þá sem vilja gera hana enn erfiðari hægt að bæta við hoppi í lok beygjunar. Til að minnka álag á bak og hné hægt að gera svokallar hnúa hnébeygjur með hnúana á jörðinni allan tíman. Mikilvægt að læsa ekki hnjánum, setja þungan á hælana og láta rassinn síga eins langt og mögulegt